Þann 24. mars næstkomandi mun Þórhallur Þórhallsson, fyndnasti maður Íslands 2007, halda afmælissýningu í Hafnarfirði í Bæjarbíói, Strandgötu 6 og kappinn á línunni. Blessaður og sæll. Já, sæll og blessaður. Hvernig hefur það í dag? Ég er bara góður og velkomin til Reykjavíkur. Takk kærlega fyrir. Nú heyrum við líka í ykkur. Já. Segðu mér aðeins frá þessari sýningu. Þetta er afmælissýning. Þú ert nú ekki orðinn það gamall. Nei, mér fannst það bara að passa eitthvað svo vel við það, því ég er 33. Já. Það er svona, þetta er svona séð og heyrt fyrir sömmin, Þórhallur 33. Já. Og þetta er bara svipað, ég og pabbi minn höldum bara sýningar, þú veist, það heita eftir nafninu okkar og hvað við erum gamlir. Já, nákvæmlega. Ég tók eftir inn á miði.is, það er náttúrulega verið að auglýsa sýninguna eða grínið og þar er Þorsteinn Guðmundsson sem segir að Þórhallur er eitt af því fyndnasta sem Latti hefur gert ævina. Já. Mér finnst þetta svolítið fyndið. Þetta er mjög fyndið. Hann gaf mér 3 kvót sem ég mátti nota og þetta var eiginlega bara, ég var eiginlega að nota þetta. Já. Hitt var meira að gera lítið mér, þannig að ég fyndið. En hvernig maður er Þórhallur? Ertu svona ljúfur og hlýr eins og allir segja? Herðu, nei, það er tóm lygi. Já. Ég er eiginlega bara mjög vondur maður. Illa innrættur og nei, ég reyna nú yfirleitt að vera bara næ, sko. Já. Ég er kannski rólegri en fólk heldur. Já. Fólk býtt við að maður sé með fíblulæti allan daginn, sko. En það er ekki? Nei, ég held því bara nokkuð rólegur, sko. Já. Maður bara fær útrás upp á sviði, sko. Já, nákvæmlega. Hvernig, ég vil bara verða að spyrja, hvernig var að alast upp í kringum alla þessa grímverja? Já, þetta var mjög erfitt þegar það var að vera að bjóða manni góða nótt, sko. Þannig fyrst kom pabbi inn og sagði góða nótt og svo kom Eiríkur Fjallar og bjóða mig góða nótt og svo kom Elsa Lund og bjóða mig góða nótt og þannig að ég svaf mjög lítið í æsku. Já. Þannig að það má eiginlega segja þess vegna er maður svona skrítinn, sko. Og hefur verið þreyttur síðan? Ég hef verið þreyttur síðan. En aðeins á sýningunni, hún verður núna 24. mars, hvernig myndu setja þessa sýningu upp? Herðu, þetta er bara svona, ég ætla að taka besta sem ég er með undanfarið, svona undanfarin ár og svo er mér glænýtt efni líka, þannig að ég ætla að bjóða upp á eitthvað nýtt og svona best of smá nýjum búning, þannig að þetta verður bara svona mjög flott sýning. Já. Verður einn á sviðinu eða er einhverju fleiri sem koma með þér eða? Herðu, ég verð einn, en það kannski heyrist í einhverjum svona eitthvað í hátalarakerfinu, ég veit það ekki. Já. Það má ekki segja mikið kannski. Nei, sjálfsögðu ekki. Þetta er náttúrulega grínið, er þetta það sem að þú einblínir á alfarið í dag eða hvað ertu að gera dagstaglega? Sko, ég er að gera heilan helling, sko. Ég er að vinna fyrir menn.is, ég er að greina þar. Já. Svo fer ég og er að vinna á frístundarheimili með krökkum. Og svo á kvöldin þá er ég svona að fíblast og uppistand og veislustjórn og alls konar svoleiðis. Já. Og ég var með þess að klára að leika einu bíómynd, þannig að það er alltaf eitthvað. Það er nóg að gera á kallinu. Eitthvað skúp? Þetta er mynd sem heitir Snjór og Salome. Þetta er sama fólk og gerir webcam myndina í fyrra. Já. Þannig að ég leika einmitt útvarpsmaður þar. Já, frábært. Þannig að ég... Þú ert auðvitað með frábæra rödd. Já, ég var náttúrulega hefði ný útvarpi og... Já. Maður er með þetta að leika svona hressu FM-típuna, sko. Já, nákvæmlega. Þessa ofvirku hérna. Já. Já, komið þess Já. Þú ert ekki svona hress, eða? Nei, inn á milli, jú. Já, inn á milli. Annars er ég bara mjög leiðilegur. Já. Svona dagamunur á þér. Já, nákvæmlega. Það er bara að spila leiðileg lög því Það verður eftir í hvort ég sé búin að fá mér hérna 3 eða 5 kaffibolla. Já, ég skil, nákvæmlega. En hvar getur fólk náð sinni miða á sýninguna? Það er bara inn á miði.is og ef það finnur ekki, þá er þetta bara að leita og skrifa bara, að nógu skrifa Þórhallur og þá finnur Þórhallur 33. Þórhallur 33, það er bara þannig. Hvernig er að vera nálgast fertugt? Ekki segja þetta. Nei. Af því ég er svo bannarlegur í framan, þannig að það fólk að ég sé bara svona 25 eða eitthvað. Ég ætlaði að fara að segja, á myndinni hérna, þá ertu bara 20, sko. Já, nákvæmlega. Takk fyrir það. Sem er gott mál. Já, það er andlegu þroskinni líka, hann er ekki nema 15, sko. Já, nákvæmlega. En hvetjum fólk til þess að tryggja sér miðin á miði.is og þetta hefst allt saman klukkan 9, 24. mars í heimabæ Grímsins.
Nákvæmlega. Það er Hafnarfjörður. Að gera mæta, það er líka frídaginn eftir og svona. Já. Það getur skemmt að sér. Það fólk getur sippað í þessum einu kvöldum. Já, ég ætla að vera náfram og hafa gaman því ég á afmæli og svona. Já, nákvæmlega. Ég segi bara til hamingju með daginn fyrirfram og góða skemmtun. Þakka að kella fyrir. Takk fyrir þetta. Já, bye.